erum við komnir á ferðina, eða ekki bara komnir, heldur komin, því að við erum hérna 3 í bílnum. Svandís Bílstjórinn, Hörður í framsætinu og ég hér aftur í. Hérna. Við erum búin að vera á ferðinni núna í næstu 5 tíma eða eitthvað. Og við erum semst að fara í tökuferð austur á land, eða ekki austur á land kannski, svona austar á landið. Á Höfn sem sagt. Hérna erum að taka upp fyrir Bændablaðið. Fórum á Subway að borða, franska veitingastæðnum og erum núna hérna bara að halda fram veginn. Og á Bændablaðsbílnum. Já, við erum á Bændablaðsbílnum, við erum á Bændablaðskerrunni sko. Já. Ég get nú kannski sýnt ykkur Bændablaðslógóið. Þið hefur væntanlega notið þess að sjá þetta. Hörður Þórhallsson, hann er myndatökumaður í þessari ferð. Hann gerir sitt besta á hverjum einasta degi, það er bara það sem Hörður Þórhallsson gerir. Það er það sem hann fær borga fyrir. Í aftursætinu, þar er Þorsteinn Roy Jóhannsson, spyrill og þáttastjórnandi. Hann standar sig einstaklega vel í dag. Hlakka mikið til að takast á við næsta verkefni sem er einmitt í faraldar. Bleikjueldi, það er megin sérgrein. Já. Að spyrja bleikjur. Gaman að heyra hvað hann hérna er að skýra fiskana sína. Ég þarf að veðja einn fiskur heitir Gulli. Já, ég held að það sé stóðfiskurinn. Já, sennilega. Já, hann er búinn að ala sér mörg hérna síli og... Já, bílstjóri ferðarinnar og ekki bara bílstjóri heldur líka samfélagsmiðla fulltrúi Beit. Hún heitir Svandís Nanna Pétursdóttir. Svandís, hvernig leggst þetta ferðalagi? Mjög vel. Heldur að samfélagsmiðlarnir hjá okkur verði ekki logandi allir eftir þetta? Jú, ég er náttúrulega búin að vera að taka geðveikar myndir. Já, hún er búin að vera að taka Instagram myndir fyrir okkur og svo er hún líka að taka upp myndefni fyrir vlogg. Þannig allt sem þið sjáu í þessum þætti sem er tekið upp er frá mér. Þetta verður eflaust besti þáttur, besti vloggþáttur. Já. Já, dæmi nú hver fyrir sig. Bendurnir, spjöllum öll við þá. Bendurnir, spjöllum öll við þá. Bendurnir, spjöllum öll við þá. Bendurnir, Já, góðan daginn. Við erum á Höfn núna, annar dagur í tökuferðinni fyrir Bændablaðið. Og ég og Hörður erum búin að fá okkur morgunmat og kaffi, svona eins og okkur er einum lagið. Þekki strákana? það er ykkur sem sé við þig, ekki væn með þekk. Strákana? Já, Svandís hins vegar er að fara að fá sér morgunmat hérna. Hún er náttúrulega svo mikið borgarmat að hún fer beint í lúguna á Olskít. Hann ætlar að fá sér hámerkjudrykk frá þeim Ívar Guðmundsssyni og Arnari Granti, þeim bræðurum. Já. Hámarksbræðurum. Hámarksbræðurum. Er aldrei lúan opnuð inn á Höfni eða hvað er málið? Svandís, það eru allar lúgur í Reykjavík, sko. Þú ættir að vera fegin að hafa lúgur. Daginn, ég ætla að fá súkkulaði hámark, ef þú átt það til. Já, eitt svoleiðis. Já. Það var mjólk í kaffið. Það maður að fá sér smá dreyti inn. Beint úr kussunni maður. Aðeins meira í það maður. Gjörðu svo vel, vinnur? Já, það er bara fyrir. Fæ mér mjólk í kaffið og ég fæ mér það. Fæ mér mjólk í kaffið og ég drekk svo það. Mjólk í kaffið, Mjólk í kaffið og ég drekk svo það. Fæ mér mjólk í kaffið og ég geri það. Mjólk í kaffið og ég drekk svo það. Já, góðan daginn hér! Við erum bara að ljúka þessari ferð okkar. Við einmitt ákváðum að enda ferðina hérna á mjög klassískum nótum. Fórum á Hafnarbúðina. Ég fekk með barloku og ostastangir. Svandís náði að tróða sér inn í ostastangirna hjá mér. Hvað veist þú þér aftur líka? Rækilega búinn Say what? Já, rækjuduggu. Svo fekk Kollan sér eitthvað sem að við köllum sko rifjaduggu. Ég er með ráðundir rifi hverju. Já. Þess vegna fekk ég mér rifjadugguna. Nákvæmlega, og þessum frábæra brandara ætlum við að enda þetta. Takk fyrir mig. Takk fyrir mig. Já, vel og minnst. Lagið sem þið eru búin að vera að heyra. Við ákváðum svona að reyna að búa til eitthvað svona skemmtilegt til að líka upp á vloggið. Og það þróaðist út í Eitthvað bóarapp. Já, Bóabændarapp. Örugglega glæpsamlegasta bændarapp sem þið munu nokkuð tímann heyra. Já. En bara njótið. Ég er bóndi, moka skít af ástríðu. Stend með sjálfum mér í blíðu og stríðu. Að fóðra skepnur gefur ekki nóg af grænum seðlum. Lifi fjósa líkt með hæl og sinn á gömlum keðjum. Og kýlbera
tekna með keisara. Hei marslátra, séum það, ratata. Ég erfingi, fekk samt enga silfurskip. Fekk heikvíst, hrossaskít og með kaffinu kökusneið. Við bendurna, við spjöllum yfir kaff og köku. Bóndi í dag og fæ mér bjór á bóndadag. Fucking sauðburður, hann heldur fyrir mér vöggu. Læt mig hafa það, þetta mitt fag. Lambrútar fara upp á Gíbraltar. Þær jarma og eru orðnar lambrútar. Ég gef þeim úrvalsey og fullt af bæti. Þær eru velvaxnar með 20 í læri. Já, búið mitt miklu stærri en krúið þitt. Og túnið þitt ekki stærri en túnið mitt. Helvítis áttirnar, það setjast á mitt lag. Ég slagur tagla, rattarann og skít þær í spað. Við tökum 3 heimsóknir í þessari ferð sem bara mjög fínt. Já, sæll. Bara mjög fínt. Það bara fínt. Já, það bara mjög fínt, já, sæll. Bara mjög fínt. Það bara mjög gott. Já. Við erum bara mjög sáttir með það. Bara mjög gott. Ok, það virkilega gott að við náðum að taka 3 heimsóknir í þessari ferð. Og ég bara alveg sáttur með það. Ég líka, ég ógeðslega ánægður með þessa tökuferð. Já. Mjög skemmtileg. Já. Sáum fullt af skemmtilegum sveitabæjum. Já. Hittum mjög margt indælt og skemmtilegt fólk. Og þetta var bara frábær ferð í alla staði. Við erum nú að fara að hitta sumt af þessu fólki aftur núna. Já. Vegna þess að honum Þorsteini tókst að gleyma smá af búnaðinum okkar í Fagradal. Og þegar þú segir Þorsteini þá meinar þú þetta sjálfið. Já, reyndar, ég skal taka það á mig, en það var Svandís að kenna þessu. Mjólk í kaffi. Mjólk í kaffið og ég drekk svo það. Fæ mér mjólk í kaffið og... Þá var maður bara komin heim, ferðinni lokið, sem bara fínt. Það hrikalega gott að vera komin heim. Já, annars var það nú svo sem ekkert meira það. Góð tökuferð, búin. Og mikið rosalegri glaður að sjá þig, fálki minn.